Já, ég greindist í maí, sem sagt fyrir 2 árum núna, verið komin 2 ára núna í maí. Og ég greindist með, sem sagt, krabbamein í báðum brjóstum, sitthvora tegund. Og og byrjaði bara mjög fljótt, sem sagt, það bara hófst lyfjameðferð mjög fljótt eftir að ég fekk niðurstöður. Og ég fór í 6 lyfjameðferðir, síðan fór ég í skurðaðgerð á báðum brjóstum og annað var tekið, en hitt það var bara flegskurður. Og síðan fór ég í geislameðferð og lauk henni 27. desember, sem sagt, fyrir rúma ári síðan. Það gekk allt rosalega vel, meðferðin hjá mér, og ég svaraði meðferð mjög vel og ég var bara svo dugleg, og ég segi sjálf frá. Gekk mikið, var mikið í ræktinni og endaði því að í maí fyrir ári síðan þá fór ég í pílagrímagöngu til að halda upp og það veri ár síðan að ég greindist og sem sagt byrjaði meðferð og var bara mjög flottu formi og bara mjög glöð að leggja af stað. En svo bara þegar ég kom heim þá bara eftir þessa ferð, þetta var ekki Jakobssögunum heldur önnur ferð í Austurríki og Þýskalandi, þá bara krassaði ég andlega. Ég upplifði svo mikla togstreitu á milli þess að á milli þess að eiga að vera þakklát fyrir að vera á lífi og sem sagt, og vera að alltaf að gengi svona vel og að mér skyldi líða svona. Já, mér fannst þess að mér ætti að líða öðruvísi. Ég ætti að vera, eins og ég segi, þakklátari og bara glöð með lífið, en þá einhvern veginn bara skallið á mér svo flóðbylgja. Ég fór að vinna, sem sagt, í fyrra, í maí, þá eftir ég kom úr sér ferð, ég var að vinna, byrja að vinna þá. Svo fór ég í fulla vinnu, þurfti að minnka aftur niður í 50%. Byrjaði aftur núna eftir áramótin í fullri vinnu. Komin í veikindaleyfi núna og búin að gera starfslokasamning og semst að fara að hætta í sumar út af því að ég get ekki unnið þessa vinnu lengur sem hún tekur svo, ég tek allt svo inn á mig. Ég að vinna, semst, vera að vinna með fólk. Semst áfengis- og vímuefna, okay. Það svo alla varnir sem ég var með það er svo bara farnar út í veður og vind. Sko, það var allt svo glaðir að ég var ekki lengur hárlaus og ég hafði mist 14 kíló af því ég var svolítið veik í meðferðinni og svo fór ég aðeins að braggast og ég var semst, bara í erfiðleikum með sjálfa mig, sko, vegna þess að ég hef búin að vera ljósar kona í öll árin, svo var ég bara dökkar, krullari kona og ég bara var alltaf í speglinum og hugsa, hvað kona er þetta? Og það ekki nóg mig breysta innan heldur utan líka, þannig þetta tók svona og svo náttúrulega líka, breyttist í brjóstinu á mér. Þannig það var mikið þannig líka, sko, að venjast. En svo fannst mér svo þegar fólk sagði, já, þú lítur svo vel út. Og ég sagði, já, ég er kannski eina af þeim sem bara fer mér vel að vera líða illa. Það er allir að tala um hvað mér líði vel. Hvað ég líti vel út, segi ég. Já, þú bara ljómar. Já, einmitt, og svo bara fór ég heim og grét út í horni, sko.